Jóhannes Jónsson, oft kenndur við Bónus, hefur að undanförnu unnið í því að fá nýja fjárfesta til að leggja inn pening í eignarhaldsfélagið 1998 sem hefur verið í eigu fjölskyldu hans, en það félag á og rekur Haga. Ef það tekst ekki, tapa Jóhannes og fjölskylda yfirráðum yfir högum, en innan Haga er allt verslunarveldi fjölskyldunar. Jóhannes, sem hafnar því að til standi að afskrifa 2 milljarða skuldir fjölskyldunar, verður gestur okkar eftir augnablik. En við byrjum á Jóhannesi Jónssoni sem er sestur hjá Sigmari. Jóhannes, verður velkomin í Kastljós. Takk. Það búið að tala náttúrulega mikið um skuldastöðu, bæði Haga og svo þessa fyrirtæki sem er eigu þinnar fjölskyldu 1998. Ég vil tala um það að þetta sé allt í allt 70 milljarða skuld, 22 milljarðar hjá Högum og 48 hjá 1998. Er ekki, maður veist að draga það ályktun að það þurfi að afskrifa svolítið af þessu skuldum ef að þið eigið að geta haldið þessu? Þessar tölur eru náttúrulega engan veginn í takt við það sem er raunveruleikinn. Þannig að við skulum draga ansi mikið frá þessu. En þú hafnar því að þetta eru tölur sem menn hafa verið að leika sér með í opinberri umræðu? Já, menn hafa leikið sér með ýmsar tölur og skuldastöðu, Baugs og allt í sama pakkanum og það er ekkert af þessu til í raunveruleikanum. Og þessar tölur sem þú ert að tala um þarna, það er fjarri raunveruleikanum. En getur þú þá sagt okkur hvað, þetta eru mikla skuldir sem á ykkur hvíla? Nei, ég get því miður ekki sagt þér það núna og ætla mér ekki að segja þér það, þó ég veit það nokkurn veginn. En við ætlum okkur, og það er markmiðið okkar, að ganga til samninga við bankann með það að leiðarljósi að við ætlumst ekki til að hann afskrifi krónu. Við ætlum að borga allar okkar skuldir á ákveðinn hátt með nýju fjármagni og náttúrulega tekur það eitthvað tíma að borga það niður en við teljum okkur hafa fullan grundvöll fyrir því að ná því fram. Eru engar hugmyndir upp á borðum um það að það verði einhverjar afskriftir á ykkar skuldum? Nei. Hvorki af ykkar hálfu né af hálfu bankans eða hvað? Já, það getur vel verið að sé af hálfu bankans, þá er það af því góða en við allavega komum með það og erum með það að leiðarljósi og markmiði að okkar tilboð innihaldi það að bankinn þarf ekki að afskrifa neitt. Hvorki hjá Högum, né hjá fyrirtækinu ykkar 1998? Hagar þarf ekki neina afskrift, en það er búið að endur fjármagna. Það er félag til næstu 5 ára. Og fyrirtækið er í góðum rekstri og það getur alveg plumma sig ágætlega og jafnframt staðið undir ákveðinu skuldastöðu hjá 1998. Já. Umræðan hefur svona svolítið verið á mórálskum nótum í samfélaginu um það að það sé í raun og veru ótækt að þið feðgarnir haldið fyrirtækjunum vegna þess að margt annað hafi gengið illa og farið í þrot og við þekkjum svo sem þá sögu alla. Er ekki ykkur svona smá sannleiksbrotur í því? Ég veit ekki, ef við komum með nýtt fé inn, nýja fjárfesta inn í félagið og við komum með samfærandi lausnir á öðrum skuldum til einhvers tíma, en að við getum borgað það og hreinsað félagið af þessum skuldum. Nú, erlent fjármagn, það höfum við reynt áður. Ég náði erlent fjármagnin í Baug 1998 og það er, má ég segja, á tröppunum hjá okkur núna til þess að þessi reisn á fyrirtækinu geti átt sig stað. Getur þú sagt okkur eitthvað um það hverjir þetta eru eða hversu mikið fjármagn er? Nei, ég get nú ekki sagt þér það í beinni, Ég held að við verðum að ljúka málinu við viðsemjendur okkar áður en þeir að bera það á torg fyrir alþjóð. Og þú ert algjörlega sannfærður um það að þessir aðilar komi inn og þið haldið verslunum? Það er þá eitthvað meira háttar sem skeður á þessum tíma sem við eigum eftir til þess að koma með eitthvað bitastætt á borðið. En jafnvel þótt að þessi skuldatala sem við tölum um í upphafi og hefur verið nefnd í fjölmiðlum hingað til sé eitthvað lægri, þá er þetta nú samt sem áður væntanlega býsna háar fjárhæðir sem erlendir aðilar þyrftu að koma með inn til þess að laga þetta og þá missið þið náttúrulega svolítið yfirráðin yfir, er það ekki, fyrirtækinu enga síður? Jú, en við náttúrulega alveg saman þegar við kom erlend fjármagn 98 þá gáum við eftir okkar yfirráð í sjálfu sér en svo borguðum við þennan erlenda aðila út og væntanlega verður það sama upp á teiningnum hjá okkur núna. Já.
Á einhverjum tíma eða? Já. Hefur verið rætt einhver skipti í þessu að erlendir aðilar eigi 50% eða 30% eða eitthvað slíkt? Nei, það hefur ekkert verið rætt það. En það eru bæði erlendir og innlendir aðilar sem að þessu koma, þeir vilja að við stjórnum fyrirtækinu áfram. Það er þeirra ósk, það hefur gengið mjög vel þetta fyrirtæki. Það er vel uppbyggt á 20 árum og við erum með starfsfólk sem er afburðafólk á sínu sviði og ég held að og ég hef þá trú að með þessum mannafla þá komumst við ansi langt til þess að klára þetta og klárum það. En hvernig getur þú sagt að þetta sé allt vel rekið skipulagt og uppsett þegar að skuldastaðan er svona eins og hún er og þið eru raun og veru búin að missa fyrirtæki yfir til bankan? Skuldastaðan er náttúrulega byggist vegna þess að fyrirtæki var tekið út úr Baugi í fyrir 1,5 ári þá var það tekið út úr fyrirtækinu, út úr Baugi að ósk bankans og stærstu lánardrottna. Það var sem sagt bankinn sem óskaði eftir því að þessi aðferðir viðhöfð og að 1998 yrði til og það yrði Gaumur sem að tæki það til sín. Og þá voru miklar skuldir á fyrirtækinu sem að komu þarna yfir. En ef að á að fara þessa leið og ekki að fella niður neina skuldir, þá hlýtur að mega að draga þá ályktun að það þurfa að hækka vöruverð býsna hressilega til þess að standa undir því sem eftir er af þessum fjallháu skuldum? Nei, það þarf ekki að hækka vöruverð til þess. Það þarf að gera hlutina jafnvel og við höfum gert á hingað til. Þurfum við að gera það inn í framtíðina, þá getum við borgað þetta. Já, ef að Hagar eiga að standa undir, vegna þess að Hagar eru eina eign, já, en Hagar er líka... Ef þeir eru að standa undir allir þessari skuldabyrði, jafnvel þótt eitthvað kom inn að nýju fjármagni. Já, það kemur náttúrulega talsvert inn að nýju fjármagni, en Hagar, eins og ég sagði, Hagar eru velrekið fyrirtæki sem getur borgað sig niður. Það er búið að gera ákveðin verðmætamat á fyrirtækinu, miðað við afkomu undanfarin ára og fyrirtæki getur alveg borgað sig niður. Já. Þú hafnar í eindregið að það verði felldar niður skuldir á okkur. Mér langar samt að spyrja þig móralst. Ef að þú sem kaupmaður stæðið frammi fyrir því að keppinautur þinn fengi felldar niður miklar skuldir, myndur þú unna því? Eru sáttur? Ég held að það verði náttúrulega að vera jafnræði í athöfnum ríkisbanka. Já. Ég get ekki sagt meira Nei. Það, það hlýtur hver að líta í eigin barm með það, hvort sem það að ræða íbúðir eða sjónvarpsstöðvar, ef að einn er gert hærra undir höfði en annari, þá finnst þér það súrt í broti. Já. En hvað, það hefur líka verið talsvert það að, og af hálfu til að mynda Finns Árnasonar sem rekur Haga, að það sé mjög mikilvægt að þú og þeir starfsmenn sem núna starfið þarna séu áfram í hugum. Af hverju er það svona mikilvægt? Þú segir sjálfur þetta sé vel rekið fyrirtæki og gott og það er náttúrulega mikið af góðum mjólkurkúm þarna inni, við getum orðað það þannig. En getur ekki hver sem er rekið þetta? Þetta er náttúrulega, hefur í gegnum tíðina verið talið svona frekar svona einfaldur búskapur að vera kaupmaður og stunda kaupmennsku. Þetta var nú á árum áður kallað brask og það var svona frekar litið niður á menn til þess að stunda þessa iðju, en við sjáum nú á bara undanfarnir 20 árum hvað mörgum hefur orðið fótaskortur á þessum rekstri í gegnum tíðina. Þannig að ég held nú að þetta sé nú ekkert einfalt mál og það þurfi alveg að halda á spöðunum til þess að lifa. Hvað gerist fyrir Haga ef að þið verðið ekki áfram þarna eigendur? Ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Nei. En óttastu það að fyrirtæki myndi ekki lifa það af til dæmis? Ég ætla ekki engu að spá það. Nei. En hins vegar ef svo myndi fara þá ætlum við ekkert að hætta í greininni. Nei. Erum við með einhver önnur áform kannski eða? Já, ég segi það. Ég ungur maðurinn á ég að fara að hætta og bara setjast í helgan stein á þess að vefna því kannski. Sumir vilja nota tækifæri núna og þú þekkir þá umræðu mæta vel að skipta fyrirtækinu upp. Það sé búið að vera markaðsráðandi mjög lengi. Já. Og svona í ljósi þessa fyrirtæki er búið að vera markaðsráðandi svona lengi. Er ekki alveg
komið þetta tímapunkt að það sé hægt að gera það ákvarðað núna? Það var mjög... Á meðan það í gjörgæslu banka? Já, það var mjög, þessi grein, smásalan í landinu, hún var mjög uppskipt hér á árum áður og það, bar nú ekki af sér góðan ávöxt. Nei. Það var til dæmis eins og, bara svo ég kom með lítið einfalt dæmi, að 88 eða 9, þá notaði almenningur 24,5% af tekjum sínum til kaupa á hreinlætis og matvöru. Í dag það 13%. Þannig að ég held að við nást ágætis árangur af því að byggja upp gott fyrirtæki. Já, ég held að það verði ekkert lítið fyrirtæki sem að verði með sama verð á Reykjavíkursvæðinu og Vestfjörðum og Akureyri Egilsstöðum. Nei, ég nú að spyrja þig vegna þess að þú sagðir sjálfur og þú þekkir þessu ummæli náttúrulega mjög vel, 91. Það afar óhollt í kapitalísku þjóðfélagi eitt fyrirtæki verið svo stórt að það ná kannski 30–40% markaðshlutdeild. Þá sér hvergi hliðstæði nágrannalöndum okkar að eitt fyrirtæki nái slíkum tökum. Það hefur í sjálfu sér ekkert breyst í prinsipinu síðan 91. Það hefur breyst það margt sem hefur breyst á 20 árum. Já. Og þessi markaðsráðandi fyrirtæki alveg jafn slæm í dag og þá það ekki. Já, það ekkert, ég meina í dag markaðsráðandi fyrirtæki, ég tala þarna 30%, nú bónus væntanlega með 30% Já, en þeir eigi nú gott meira heldur en bónus, þeir eigi hagkaup og 10–11 Ef við tökum matvörugeirann í heild, þá bónus með 75% af matvörun sem við erum að selja. Já, en almennt markaðshlutdeild ykkur reiknuð það ekki? 50, jafnvel meira? Samkeppnisstofnun reiknar hann 50. Já. Við teljum hann að vera í kringum 40. Já, en þetta óheppilegt vegna þess að þið getið stýrt svo miklu inn á markanum með því það ekki? Já, ég veit það ekki, við höfum stýrt í allavega vel. Já. Viðskiptavinir eru ánægðir og starfsfólkið okkar ánægð. Heildsalarnir, eru þeir ánægðir? Já. Við höfum viðskipti við sömu heildsalana. Já, ég hugsa að ég sé búin að eiga viðskipti við sömu heildsalana þegar ég var hjá Sláturfélaginu, svona 40 ár. En það ekki vegna þess að þeir geta allavega neitt annað farið? Já, þeir lifa allavega hana. Já, en þeir kvarta svolítið, Jón, þú þekki það nú. En mér ber, það ekki, að gera bestu kaup fyrir mína viðskiptamenn. En þeir beri líka að vera sanngjarnt og þeir kvarta nú stundum undan því að ég hef aldrei heyrt það eftir neinum nafngreindum aðila að ég hef ekki verið sanngjarnt. Nei, þú kannast ekkert við það að hafa verið ósanngjarnt með að byggt heildsala niður í eitthvað óeðlilegt verð? Nei. Já, sko, heildsalinn hann fer líka áfram til útlanda og pínir kannski sína viðskiptamenn. Ég held að það sé bara eðli í viðskiptum. Ef að þú kaupir þrenn jakkaföt í einu í einhverju búð, þá biður afslátt. Nú að verða að safna saman peningum og það kallast þjóðarhagur það fyrirbæri. Þetta hópur manna sem að vill kaupa fyrirtækið ef þannig fer. Hvernig líst þér á það? Ég bara hef ekkert það að segja. Nei. Og vil sem minnst það tala. Já. En viltu eitthvað segja okkur hvernig þið líst á þá nýju samkeppni sem að fyrirtækin að fá frá honum Jóni Gerald sem að þið hafa nú eldað svolítið grátt silfur saman? Já, við vorum í viðskiptum við hann fyrir margt lengur síðan. En það sýnir bara það að einstaklingar og félög geta sett upp verslanir. Það engin höft eða annmarkar á því. Ég meina, heldur það ekki verið töff hjá okkur þegar við fyrir 20 árum síðan opnuðum eina litla bónusbúð í samkeppni við risana Miklagarð í eigu kaupfélagana og hagkaup. Þetta var engin leikur. Nei. En þú ert allavega bjartsýnn á það að þið haldið búðunum? Ég hef alltaf verið bjartsýnn og ég er mjög bjartsýnn á þetta. Takk fyrir að koma í Kastljós. Takk að þið fyrir.